Það er komið að vísu 49 og ragnarök í algleymi. Geir nú garmur mjög fyrir gnipa helli. Þetta er svipað byrjuninni á 44. vísu. Sjáið að það er smá munur á þessu. Hér segir Geir nú garmur mjög. Með því að bæta þessu litla núi þá er völvan að leggja áherslu á að ragnarökin séu í þann veginn að hefjast. Við heyrum öskrið í Fenrisúlfi. Festur mun slitna, en frekir renna. Festin, úlfsfjöturinn, slitnar og úlfurinn hleypur. Fjöld veit hún fræða fram sé ég lengra ragnarök römm sig tífa. Ég sé beisk örlög, hergoðana framundan. Hér er fjallað það þegar að Fenrisúlfurinn losnar úr fjötrinum. Hrymur jötun heldur af stað úr austri, hefur tréskuld fyrir sér og ætlar að berjast við æsina. Hrymur ekur austan, hefist lind fyrir og Miðgarðsormur sem að er oft nefndur Jörmungandur. Það var ormur sem að Óðinn kastaði í hafið. Hann snýst í jötunmóð. Ormur knýr unnir, ormurinn lemur á öldurnar, en Ari hlakkar. Ari er örn. Örninn gargar, slítur nái, niðfölur og niðfölur níðhöggur. Hann slítur líkin og naglfar losnar. Naglfar er skipið sem er gert úr óskornum nöglum dauðra manna. Þess vegna var það hefð að klippa og snyrta neglur þeirra sem að létust til þess að ekki var hægt að búa til úr nöglum þeirra hinum megin. Naglfar. Skipið. Þannig að það er víst betra að klippa á sig neglurnar áður en maður deyr. Og jötnarnir þeir sigla með skipinu, naglfari, úr austri yfir hafið til að berjast við goðin. Kjóll fer austan, kjóll er skipið, naglfar. Koma munu músbells lög líðir, músbells líðir munu koma lögin. Lögurinn er hafið, lögur er bara eitthvað svona, bara eins og þvottalögur, eitthvað fljótandi efni og þarna er það hafið. En Loki stýrir skipinu. Fara fíflmeyir með freka allir. Allir jötnarnir sem kallar eru fíflmeyir fara allir. Með þeim er bróðir Bíleists er í för. Bróðir Bíleists þýðir þarna Loki. Og nú er illt í efni því að nú nálgast jötnarnir goð heima. Hér er því lýst þegar að jötunninn Surtur heldur af stað úr suðri með eldinn, eldsverða vopni til að berjast við æsi. Þetta er svolítið öflug vísa. Surtur fer sunnan með svigalævi. Eldjötunninn fer hér úr suðri með eldinn. Svigalæfir er eldurinn. Sól skín á sverði hergoðanna. Grjótbjörg nata en gífur rata. Grjótbjörgin skella saman en tröllskessurnar þær hrata. Þær hrasa. Troða halir helveg. Halir eru menn og þeir ganga veginn til heljar, þeir ganga til dauðans, gangi dauðan. En himinn klofnar. Áður var sagt frá því hver harmur Friggjar var, það var þegar að hún missti son sinn þegar Baldur dó. En hér segir þá kemur hlýnar harmur annar fram, hér kemur einhver annar harmur og það er þegar að Óðinn deyr. Það gerist eins og segir í vísunni er Óðinn fer við úlf að vega, fer að berjast við Fenrisúlf. En Bani Belja er sá sem drap Belja, það segir frá því í Snorra-Eddu. Bani Belja bjartur að Surti, Freyr
fer að berast við surt, eldjötun, þá mun angan Friggjar, og angan þýðir uppáhald eða yndi, og uppáhald Friggjar að sjálfsögðu eiginmaður hennar, Óðinn, og þá mun Friggjar angan falla, hann mun deyja. Þannig að hér rætt aðeins Frey sem að drap jötunni Belja og hann drap hann þarna jötunni Belja með hjartarhorni, og málið var að hann hafði nefnilega látið þjón sinn Skírni fá sverð sitt. Hann hafði gefið honum sverðið. Og hérna fer völvan með fyrri hluta Ragnaraka stefsins: Geir nú garmur mjög fyrir gnipa helli, en þá hann gólandi Fenrisúlfur. Festur munu slitna en frekir renna. Það ítrekað að nú sé að festin að fara að slitna og hann muni hlaupa. Þetta í þriðja skiptið sem hún fer með þetta stef, ef þið hafið skoðað 44. og 49. vísu. Nú Óðinn hann féll fyrir Fenrisúlfi, og hér komið að því að Viðar, sonur hans, ákveður eða tekur að sér að hefna föður síns. Þá kemur inn mikli mögur Sigföður, þetta sonur Sigföður, sonur Óðins, Víðar. Hann kemur að vega að Valdýrið er hrædýrið eða Fenrisúlfur. Og hér þurfa að taka fyrir megi kveðveðrungs eða sem mögur kveðveðrungs. Það tveir synir sem talar þarna það annars vegar sonur Sigföður, sonur Óðins, og síðan sonur kveðveðrungs sem sonur Loka. Og lætur hann mundum standa hjör til hjarta megi kveðveðrungs. Hann stingur sverði sínum í hjarta Fenrisúlfs. Þannig að hér drepur Viðar Fenrisúlf. Þá hefnt föður, hún búin að hefna föður síns. Hérna dregin upp ljót mynd og ógurleg af Miðgarðsormi sem stingur höfði sínu úr hafinu og hvæs og gapir. Gín loft yfir lindi jarðar, og lind eitthvað sem þú setur utan þig, og þarna það belti jarðarinnar, og þetta svona heiti yfir belti jarðar sem nær utan jörðina sem Miðgarðsormur. Gapa X kjaftar. Orms í hæðum. Þarna gapir ægilegur kjaftur ormsins svona yfir öllu. Mun Óðins son Eitri mæta. Þarna Óðins son Þór. Mun Þór mæta Eitri. Eitri vargs. Að dauða Víðars niðja. Þannig að hér í rauninni, þó sé talað þarna Eitri vargs, að þá þessi vargur þarna Miðgarðsormur, og hér talað að þegar að Þór, son Óðins, muni mæta Miðgarðsormi þegar goðin farast, og Eitri muni leggja hann að velli. Og í þessar vísu sagt frá því þegar að þessi bardagi milli Þórs og Miðgarðsorms, harður bardagi sem að lýkur með falli beggja, það að segja Þór nær að drepa Miðgarðsorm, en hann hnígur niður og deyr af eitrun sem að Miðgarðsormurinn spýr yfir hann. Þá kemur hinn mæri, aftur þetta mæri, það sem að mæri eitthvað, hrósa einhverjum góður. Þarna kemur hinn góði, ágæti mögur Hlóðynjar, og það alltaf verið að tala mögur þessa, mögur hins, mög frá megi til magar. Þetta sonur Hlóðynjar sem sonur jarðarinnar,
Sonur Jarðar var Þór. Þarna kemur Þór, gengur Óðins sonur við orm vega. Þarna gengur hann að berjast við orminn. Drepur hann af móði, Miðgarðsvíur. Þessi verndari Miðgarðs, það er Þór sem er Miðgarðsvíur, verndari Miðgarðs sem verndar alltaf Miðgarð. Þegar eitthvað gengur á, þá kemur Þór með hamarinn og drepur hann af móði, drepur hann af miklum krafti. Munu halir allir heimstöð ryðja. Allir menn munu tæma hinn byggða heim. Og Þór er búinn að drepa orminn þegar hann gengur fet 9 og aftur talað Þór því hann er sonur Fjörgynjar og Fjörgynjörðin. Gengur fet 9, Fjörgynjar bur, neppur frá naðri níðs og kvíðinn. Hann er að þrotum kominn, hann er feigur og hann gengur í burtu frá orminum. Og þarna kemur níðs og kvíðinn sem er, það þýðir hann sé ekkert kvíðinn því að verði flutt hann níði, einhver mun tala illa hann, tala hugleysi, því að Þór er búinn að drepa orminn. Þó svo hann deyi á sárum sínum, þá veit hann hefur fallið með sæmd. Þessi vísa er svolítið áhrifamikil og hún er nú það áhrifamikil að ég held að ég hef nú heyrt hann þarna í þáttaröð sem heitir Ragnarök og er á Netflix. Þar fara jötnandi með þessa vísu. Sól þér sortna sígur fold í mar, hverfa af himni heiðar stjörnur. Og þarna er bara lýst hvernig náttúran fer í Ragnarökunum. Sólin sortnar, verður svört. Jörðin sekkur í sjóinn. Hverfa af himni heiðar stjörnur. Stjörnurnar hverfa. Geysar eimi. Það er eldur sem geysar við aldurnara sem geysar í kringum askinn. Og þetta er askur Yggdrasils, aldurnarinn. Leikur hár hiti við himinn sjálfan. Það er eldur, hann lyftist upp og brennir nánast himinninn sjálfan. Og á endanum þá brennir hann askinn til kaldra kola. Og hér heyrist Ragnaraka stefið í síðasta sinn. Völvan, búin að ræða hver atburðarásin verður. En skyldi hún vita eitthvað meira? Veit hún eitthvað hvað gerist eftir Ragnarökin? Ragnarökin þau fara fram en er þetta bara búið? Finito. Eða á heimurinn sér viðreisnar von? Og nú þurfum við að sjá hvert svarið verður.